taka bakið hérna og líma það hérna ofan á skrokkinn. En ef maður athugar vandlega þá sér maður að hornin hérna eru rúnnuð vegna þess að þetta er fræsað úr með kringlóttri fræsitönn. Og þá er ágætt að nota svona verkfæri eins og þetta, bara járnsagablað, til þess að taka þetta í horn, þannig að þetta leggist betur að. Og það sem maður gerir er bara einfaldlega að renna járnsaginni svona nokkrum sinnum upp og niður inn í hornið og þá verður það algjörlega 90 gráður. Hérna. Þetta er ekki erfitt. Þegar maður er búinn að þessu, þá tekur maður skrokkinn hérna og ég er búinn að setja dálítið af svona stálklumpum hérna onni til að fergja þetta niður. Mér langar til þess að halda þessu hérna niðri, síðan til að fergja þetta niður líka, þannig að það sé alveg öruggt að það sé engin vindingur í skrokknum. Þannig að nú ætla ég að máta þetta hérna í. Og þetta ætti að detta bara á sinn stað sem það gerir. Og hérna, svona. Svona. Nú fær maður saman hérna, samskeytin. Það var lítið sem maður þarf að pússa þetta. Annað stykki sem ég ætla að setja líka, þó það sé annað skref, það er F20. Ég ætla að gera þetta við það líka. Hérna. Það á að passa hér. Já, það fyrir líklega svona. Svona. Þá passa þessi tvö stykki hérna saman. Mjög snyrtilega. Þetta ætla ég að líma saman í einni aðgerð. Nú kemur bakið og hún athugið að þessi rauf hérna sem er fyrir stýrikapal, hún þarf að vera vinstra megin.
Ég held að ég fergið ekkert hérna aftast, ég vil ekki að þetta síi niður hér. En nú ætti módelið að setja nokkuð með rétt og maður getur kíkta til þess að athuga hvort að þetta sé ekki í lagi. En þá eru atriði númer 12 og 13 búin. Og nú þarf þetta bara að fá að taka sig.